Komið sæl aftur og velkomin í föstudags þáttinn hér á N4. Við erum komið með tónlistakonu í sófan hérna, Jónínu Ara. Við vorum að tala markþjálfun hér áðan. Hefur þú prófað það? Já, ég hef búin að prófa það. Og hvernig er? Þetta er bara fyrst, þegar ég heyrði þessu þá vissi ég ekkert hvað vera að tala um. Svo fékk ég útskýringu og það var svona, já, ok. Og svo þegar ég mætti þá er þetta er alveg frábært. Og breytti þetta einhverju fyrir þig? Já, þetta er bara svona, þetta fæði til að allt sem að þú veist nú þegar í hjartað er en bara þú ert búin að vera með efasemdir, hvað ætli þessi segja, er þetta rétt ákvörðun sem ég er að taka? Og fyrir mér þá var þetta bara svona verið að segja punktinn fyrir aftan bara já, veist, hvað vill ég? Ég vill þetta, þetta er það sem, já, þetta er rétt, þetta vill ég. Þannig að þetta er bara verið að svona undirstrika það sem að þú veist nú þegar og já. Og hver er Jónína Ara? Já, Komdu með það. ég er fædd og uppalin frá Hofi í Öræfasveit og já, hef alltaf verið með svona annan puttan í tónlistinni, bara svona eins og allir Íslendingar. Og svo fór ég aðeins meira, meira á þá braut með tónlistina, fór til Danmerkur 2006 og það var svona bara, já, 2003 þá vann ég trúbadurakeppni, Rás 2, ásamt Jakob Viðar. Þannig að það svona ýtti svona aðeins meira, já, ok, tónlist er ekki kannski bara að vera í partí og syngja. En svo 2006 þá, já, ákvað ég að fara og athuga svona aðeins bara meira tónlist út í löndum, ekki hérna heima. Og það var lýðaskóli rétt hjá Hróarskeldu og var bara svona tónlistarparadís. Og 1 ár þar bara í tónlistarparadís með flottu tónlistarfólki. Kannski alls staðar úr heiminum eða hvað? Mest Danir og svo það voru samt aðrir líka, það voru nokkrir Íslendingar með mig líka og einmitt frá öðrum löndum og Opnaði það bara? Algjörlega, þetta er svona, þarna fékk maður að snerta á öllu og fá rosalega mikla ábyrgð og allir þetta kendi bara öllum svona, hvernig þú átt að vinna saman, gera saman, ekki standa bara einn út í horni eitthvað að spila og já, þú snerti svona á öllu, þannig að þú fékkst allt svona beint í æð. Og frá Danmörku, hvert láð svo leiðin? Svo fór ég svo fór ég í heimsreisu og fór að skoða heiminn og var alveg 7 mánuði að ferðast og var svona að reyna að finna hvað ég ætti nú að gera og svo hugsaði ég bara, mig langar í skóla út í löndum og tónlist er eitthvað sem ég er bara askuti góð í. Þá bara, já, kannski bara finna skóla og taka kannski bara bachelor eða eitthvað svona meira. Og ég fann skóla út í LA. Hvorki meira né minna. Hvorki meira né minna og þaðan fór ég, já, og byrjaði þar 2010 í tónlistskóla og var þar í 3 ár. Hvaða skóla? Musicians Institute. Já. Þannig að það er pínu Dani í þér og svo Bandaríkja vingillin líka. Já. Og hvað kemur út úr þessu? Hvernig tónlist er þetta? Þú ert að semja og já. Hvernig er tónlistin? Ég veit, við ætlum nú að fá þig til að spila hérna í lokin, en hvernig snýr hún frá þér? Hverju ertu að koma frá það? Svona alltaf, já, maður er náttúrulega algjör sveitaluppi í sig, þannig að country er svolítið, finnst mér rosa gaman að bæði hlusta og spila. Og lögin mín sem ég er að semja eru flest á ensku og það er svona erfitt að setja sig í eitthvað kassa en ég myndi segja að þetta væri svona folkpop með smá svona touch af country, rock, blues. Hljómar við. Ertu alltaf ein að koma fram? Yfirleitt. Já. Það er svona, ég er samt með hljómsveit, rosa flotta Hvar er hún staðsett? Hún er út allt, helst í Reykjavík og Þorleifshöfn og Selfossi og Hveragerði. En svona þegar það eru stærri gig þá er svona hói ég fólki saman. En annars auðveldast bara að vera með gítarinn og ekkert vesen. Og þú ætlar einmitt að vera með gítarinn hér norðanlands, er það ekki? Núna. Hvar verðurðu núna í kvöld? Ég verð á Siglufirði, spila á Arinsstofunni. Já. Og svo á morgun verð ég á Akureyri á R5 bar klukkan 9. Og er stefnan svo tekin út eða hvert þetta fara næst? Já, svo er ég að fara til Dublin
og verði í Írlandi núna í endan á febrúar. Tek 15. febrúar til 27. febrúar bara að taka Galloway, einn bar þar og svo nokkur Og árið planað? Það svona, já, ég ætla svo að taka smá rúnt Norðurlöndin í vor, byrjaði vor og taka allt sumarið. Þannig að það svona ég að plana það núna. Ég ætla að fá þig til þess að ljúka þættinum fyrir okkur og hvaða lag ætlarðu að taka? Þetta svona, já, þetta svona eitt af fyrsta lagi sem ég samdi þegar ég var úti í Bandaríkjunum. Og þetta svona saga sem ég var búin að vera að reyna lengi að semja lag við og svona úr mínu persónulega lífi. Þannig að það kom svona allt í einu bara svona yfir mig á 20 mínútum einn morgun þegar ég var að hjóla. Og þetta svona við tölum rosalega mikið, sem náttúrulega bara frábært við konurnar, en kallar geta líka tala mikið á vitlausum stað og vitlausum tíma. Nú það? Já, þannig að þetta er svona smá það og svo þetta líka svona svolítið bara svona fyrir stráka, ég náttúrulega einhleyp, þannig að þetta er svona gott fyrir strákan að hlusta eins á textan, vita hvað maður vill. Og bara gangi þér sem allra best, ég ætla að fá þig til þess að taka lagið fyrir okkur og með því ljúkum við þættinum í dag, föstudagsþættinum. Hafið það sem allra best helgina og farið varlega. Við sjáumst aftur á vikuliðinni. Verið sæl. I need a man for me. I need a man that talks to me silently. Will only look in his eyes and his hands on my thighs. He just knows how to pleasure me. Ooh, but you keep on talking, oh please. No, 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 don't keep on talking, that's not what I want you to see. I need a man who knows how to love me. It ain't enough to kiss and hug me. I think you are too emotional for me. Ooh, I took you home for a treat. Ooh, no, I waited for so long for you to come home with me. With all that said, you are here with me finally. I hope you're ready physically. Oh no, but you keep on talking, oh please. No, 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 don't keep on talking, that's not what I want you to see. Oh, I need a man who knows how to love me. It ain't enough to kiss and hug me. I think you are too emotional for me. Ooh, wap tweedadoo, wap tweedadoo, wap tweedadoo, wap tweedadoo. I don't believe that you're still talking for real. No, no, no. And me with just a sheet wrapped around me. When my body is getting chills and my dreams are not fulfilled, when there's a door, you're just not what I need. No, no. You keep on talking, oh please. No, 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 don't keep on talking, it's not what I want you